Ágæta samkoma. Þegar Hjörtur orðaði við mig að ávarpa ykkur í kvöld á fundi stjórnarskrárfélagsins undir yfirskriftinni Von betra samfélag, laust 2 bókum einhverja hluta vegna niður í kollinn á mér. Andsvari Voltaires á 18. öld við þeirri löghyggju Leibniz og ofurbjartsýni að skynsamleg regla væri á sköpunarverkinu og vel það. Guð hlyti að hafa skapað hinn besta mögulega heim allra hugsanlegra heima, jafnvel þótt við jarðarbúar kæmum ekki auga á þessa völundu smíð. Þetta gerði Voltaire svo ævan að hann svaraði með Candide sem Halldór Laxness gerði að birtingi handa okkur. Maður á að telja allt í allra besta lagi í þessum hér ágætasta heimi allra heima. Hin bókin er ekki nema nokkra áratuga gömul. Hún er eftir Gylfa Þ. Gíslason og heitir Vandi þess og vegsemd að vera Íslendingur. Þetta er merk bók og gagnleg öllum, hvort sem þeir eru sammála höfundi eða ekki. Gylfi veltir fyrir sér hlutverki og skyldum Íslendinga í heiminum í lok síðustu aldar. Síðan hafa orðið nokkra byltingar á sviði upplýsinga og tækni, svo ekki sé talað brostnar vonir, óskir og jafnvel trú Íslendinga á stjórnskipan sinni, efnahagsmálum, siðferði og framtíð yfirleitt. Ég þarf varla að hafa mörg orð löghyggju Leibniz. Skaparinn mikli kann að hafa skynsamlega reglu á sköpunarverkinu, en samfélög okkar eru mannanna verk og eins og önnur slík æði misjöfn og ansi langt frá því að þessi heimur sé bestur allra mögulegra heima. Og eins og önnur okkar verk þarf síbreytilegt samfélag að vera í sífelldri endurskoðun og endursköpun. Elvíra myndi áðan að góður meðalaldur stjórnarskráa væri talinn vera 19 ár. Vandi þess og vegsemd að vera íslensk manneskja. Á síðustu árum og misserum höfum við lagt ríkari áherslu á vegsemina en vandan. Það er nefnilega ekki sens maus, vesen, vandi, byrði og álag að vera manneskja vel á að vera. Gæta bróður síns, hlúa að sínum minnstu bræðrum, gera rétt, þola í órétt og ekki bara í næsta nágranni heldur á heimsvísu eins og er nú komið í þessari okkar smíð mannheimum. Og ekki hafði ég fyrirlosnað við bókaþráhyggju þessa en Sólon lögspekingur skaut upp kollinum. Fyrir tæpum 2600 árum stemdi í mikil óefni í aþenska borgríkinu, í efnahagslegum og stjórnmálalegum skilningi. Það var kallað skáld og það vinsamlega beðið að taka til í ríkinu. Sólon gerði ýmsar misgóðar breytingar og það endurst aþenskum borgurum í einhverju áratugi. En á meðan á starfinu stóð hrutu ýmis gullkorn af vörum hans eða eru að minnstakosti eftir honum höfð. Hann á að hafa sagt að völd stjórnvalda til að ráðskast með þegna kæmu frá þegnunum. Og hann sagði líka að böl stjórnvalda væri afskiptaleysi þegnanna. Og sagði ekki sjóhæður íhaldsmaðurinn og nýlendu sinninnan Churchill að lýðræði væri skást margra ömurlegra stjórnarfara. Að þessu sögðum má ljóst vera að ég er ekki fyrst manna í heimi hér að sligast undir lýðræðis álaginu. Á laugardaginn stendur kosningabærum borgurum þessa lands til boða að taka þátt í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu tillögu stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga og tiltekin álitaefni
þeim tengd. Við erum beðin að skipta okkur af, hafa álit á og tjá skoðanir okkar á náttúruauðlindum, þjóðkirkju, persónukjöri, vægi atkvæða og þjóðaratkvæðagreiðslum í nýrri stjórnarskrá, auk spurningarinnar hvort tillögur stjórnlagaráðs skuli lagðar fram sem frumvarp að nýrri stjórnarskrá þegar farið hefur verið yfir þær með tilliti til laga og alþjóðasamninga. Því fyrirgefið, hokinni og sligaðri af samfélagsábyrgð og þunga finnst mér þetta ekkert óyfirstíganlegt verk. Þrátt fyrir andmæli, mótbárur, aðfinnslur, athugasemdir, þras, þus, vantraust og leiðindi, hagsmunahópa, atvinnupólitíkusa, lagatæknara og annarra álitsgjafa. Auðvitað eigum við öll að hafa eitthvað stjórnarskrá samfélags okkar að segja. Böl stjórnvalda jú afskiptaleysi þegnanna, það ekki? Atkvæðagreiðsla þessi í senn réttur minn og skylda. Við hyggjumst ekki breyta stjórnarskrána því að hrunið og langvarandi erfiðleikar okkur eru henni að kenna. Við viljum breyta stjórnarskráni, uppfæra hana svo hún sé í samræmi við það þjóðfélag sem við búum í á hverjum tíma. Bætur og breytingar á einni stjórnarskrá eiga ekki að vera of erfiðar á gervihnattaröld. Í kjölfar erfiðleikana sem samfélag okkar hefur gengið í gegnum hafa menn rætt það sem betur má fara í stjórnsýslunni, aukna þörf á aðhaldi og jafnvel eftirlit með starfsmönnum hennar, í von betra og réttlátara samfélag. Og ágætu fundarmenn, svo halda skyldur og réttindi áfram. Fylgjast þarf grannt með meðferð tillögu stjórnlagaráðs í þinginu, fjölmiðlum, meðal álitsgjafa og manna í millum. Og þegnarnir verða að láta í sér heyra ef þeim finnst ólag á þessari siglingu. En ég ætla að byrja á að vera hluti af beinu lýðræði á laugardaginn og lofa hér með að staulast aftur á kjörstað eftir meðal stjórnarskrár árið 19 og greiða atkvæði nýja stjórnarskrá eða tillöguráðinni. Inshallah. Það er arabíska og þýðir Guð lofar. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Ragnheiður Gyða.